Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ætlar að styðja útrás Rey á Filippseyjum óábyrg ákvörðun tekin með ónógum upplýsingum og allt of miklu hraði, segja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Neyðarlög tóku gildi í Pakistan í dag að skipan Musharrafs forseta hermenn standa vörð á götum úti og fjölmiðlum sem ekki eru í ríkiseigu hefur verið lokað. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra stórkaupmanna skorar á ríkisstjórnina að efla samkeppniseftirlitið. Hæstaréttarlögmaður segir ásakanir verðsamráð á matvörumarkaði gefa tilefni til rannsóknar. Hópur lögreglumanna fylgdi 8 vítisenglum úr landi í morgun. Lögregla varð ekki vör við að fleiri úr þeirra hópi reyndu að koma til landsins í dag. Hátt í 1 milljón manns hefst við í neyðarskýlum í Suður Mexíkó vegna flóðanna í Tabasco-fylki. Fólkið í bráðri neyð og skortir lyf, mat og drykkjarvatn. Kanadískur rannsóknarblaðamaður segir íslenska fótboltann einn af þeim fáu sem ekki hafa orðið fyrir barðinu á veðmöngurum sem hagræða úrslitum leikja. 1500 manns frá öllum heimshornum sóttu ráðstefnu íslenska tölvuleiksins EVE Online í Reykjavík helgina. Komið sæl, það komið að fréttum sjónvarpsins laugardaginn 3. nóvember. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ætlar að styðja dótturfyrirtæki Rey í útrásarverkefnum á Filippseyjum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátu hjá við afgreiðslu málsins og segja ógáfulegt að hætta nærri öllu fé fyrirtækisins að eitt verkefni. Að auki hafi stjórnarmenn ekki haft nægar upplýsingar til að taka slíka ákvörðun með ábyrgum hætti. En hafa viðurskipast í lofti hér í höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur. Stjórnin var að ljúka löngum fundi þar sem rætt var útrásina á Rey og enn eru menn ósammála. Við erum í raun og veru að heimila Rey áframhaldandi þátttöku í einkavæðingu orkufyrirtækis á Filippseyjum í samstarfi við Geysi Green. Þannig að verkefnin halda áfram og við viljum styðja við bakið á þessu fyrirtæki áfram en okkar dótturfyrirtæki og teljum í raun og veru það best gert með þessum hætti. Þarna erum við að standa vörð bæði hagsmuni Orkuveitunnar, hagsmuni Rey og það með hagsmuni almennings. Fulltrúar minnihlutans eru óánægðir með hraðan á málinu og segja stjórnina alls ekki hafa fengið viðunandi upplýsingar til að taka svona stóra ákvörðun. Það er rétt, það er sagt við okkur að það sé lítill tími til stefnu, okkur er svolítið stilt upp í vegg í þessu máli, en ég hefði nú kosið að í eins stóru máli þegar að að ræða þáttöku í 15 milljarða króna verkefni á Filippseyjum, fjarlægu landi, að við hefðum fengið meiri tíma til að meta bara efnahagsástand á Filippseyjum, meta getu fyrirtækisins og sóknarfæri í því. Ég vek athygli á því að þarna í einu verkefni er allur efnahagur fyrirtækisins settur á veði. Eitt eru þau þó sammála Kjartan og Bryndís. Samruni við Geysi Green Energy er ekki útilokaður. Þóttar hafi verið afturkallaður einu sinni. Ég lít ekki svo að það sé búið að útiloka eitt eða neitt. Við erum ekki útiloka neitt í framtíðinni, sem sagt samruna Rey við einhver fyrirtæki, en það þarf þá að gera með heiðarlegum hætti og þannig að allir geti komið að því borði, ekki einhver valir fyrirtæki út í bæ. Neyðarlög eru í gildi í Pakistan. Stjórnarskrá landsins hefur verið afnumin og forseta Hæstaréttar vikið úr embætti. Þetta var tilkynnt í pakistanska ríkissjónvarpinu í dag en ekki var útskýrt hvers vegna Musharraf forseti sem jafnframt yfirmaður hersins hefði gripið til þessara ráðstafana. Fréttaþulur pakistanska sjónvarpsins las yfirlýsinguna neyðarlögin á ensku. The Chief of Army Staff, President General Pervez Musharraf, has proclaimed a state of emergency in the country and issued a provisional constitutional order. Pakistan shall, subject to this order and any other order made by the President, be governed as nearly as may be in accordance with the Constitution, provided that the President may, from time to time, by order, amend the Constitution as is deemed expedient.
Jafnframt kom fram að þing og ríkisstjórn myndi sitja áfram. Fjölmennt lið hermanna var á götum Islamabad og þegar yfirlýsing neyðarlögin var lesin í sjónvarpinu höfðu hermenn umkringt sjónvarpsstöðina, aðsetur Hæstaréttar og fleiri mikilvægar opinbera byggingar í borginni. Landsmenn hafa beðið úrskurðar Hæstaréttar hvort Musharraf hafi haft heimild til að bjóða sig fram til endurkjörs sem forseti meðan hann væri enn yfirmaður hersins, en forsetakjöri fór fram í október. Í gær spurðist út að Hæstiréttur myndi birta úrskurð eftir helgi. Musharraf hafði margoft lýst yfir að hann myndi segja af sér sem yfirmaður hersins yrði hann áfram forseti. Andstæðingar forsetans hafa hins vegar efast að hann myndi standa við það og undanfarið hefur sá orðrómur verið á kreiki í landinu að hann myndi grípa til neyðarlaga eins og nú orðin raunin. Forseti Hæstaréttar sem Musharraf leysti frá störfum sagði í dag að þjóðin ætti að losa sig við forsetan. परवेज मुशर्रफ के खात्मे और जाने के दिन है, खत्म हो रहा है ये मामला। ये सारा ये मुझे अभी 30 दिन क्या इन्होंने नजरबंदी का ऑर्डर दिया है, 30 दिन परवेज मुशर्रफ नहीं रहेगा. Alls óljóst hvað atburðir dagsins leiða af sér. Þingkosningar eiga að fara fram í Pakistan í janúar en hugsanlegt talið að Musharraf muni aflýsa þeim. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra stórkaupmanna fer fram á að niðurstöður og rannsókn Samkeppniseftirlitsins og viðskiptaháttum birgja og verslana verði birtar sem fyrst. Hann skorar á ríkisstjórn að efla Samkeppniseftirlitið. Hæstaréttarlögmaður segir að ásakanir verðsamráð gefi tilefni til rannsóknar. Fyrrverandi skrifstofumaður hjá Baugi greindi frá því í gær að víðtækt verðsamráð hafi verið milli matvöruverslana og birgja þau 5 ár sem hann starfaði hjá fyrirtækinu. Langflestar matvöruverslanir á markanum hafi gert með sér þegjandi samkomulag að ákveðin prósentumunur væri á verði milli þeirra. Hann greindi fréttastofu einnig frá því að þær vörur sem ASÍ fylgdist ekki sérstaklega með hafi hækkað mun meira en aðrar vörur. Framkvæmdastjóri FÍS segist oft hafa heyrt slíkar sögusagnir. Umræðan undanfarna daga sýni hversu mikilvægt sé að efla Samkeppniseftirlitið. Nú heyrir undir stjórnmálamennin að taka hann til og efla það frekar. Það var þegar Samkeppniseftirlitið var sett á laggirnar fyrir 1 eða 2 árum. Nú þurfa stjórnmálamenn og ég veit ekki betur en að viðskiptaráðherra hafi lofað því að efla það frekar. Andrés kallar eftir niðurstöðu rannsóknar sem Samkeppniseftirlitið hóf fyrir 1,5 ári á samskiptum 70 birgja við matvöruverslanir. Okkur vissulega að fara lengi eftir því að koma eitthvað út úr þessari rannsókn og ég held að þessi uppákoma núna hljóti nú að sýna Samkeppniseftirlitinu mikilvægi þess að þeirri rannsókn verði lokið sem allra fyrst. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður segir að þær ásakanir sem hafi komið fram óeðlilega viðskiptahætti á matvörumarkaðnum hafi ekki lagalega stöðu enn sem komið Þær hafa í sjálfu sér enga stöðu, get ég sagt, en þetta gæti orðið tilefni þess að Samkeppnisyfirvöld tækju þetta mál til rannsóknar eða þetta meinta samráð ef þau hafi ekki þegar verið með það inn á sínu borði. Auðvitað ef að eitthvað hæft í þessum ásökunum og það tekst að sanna þær, þá getur þetta haft einhverja afleiðingar fyrir það kynna verða sektuð eftir að víðtækar rannsókn hefur farið fram. Viðskiptahættir Baugs eru til umræðu víðar en hér á landi en nýlega greindi breska dagblaðið Daily Telegraph frá því að fjármálastjóri House of Fraser sem í eigu Baugs hefði farið fram á það við birgja að þeir legðu sitt af mörkum til að fjármagna 20 milljarða króna endurbætur á verslunarkeðjunni. Þá kom fram að birgjar væri forviða á þessum kröfum og nokkrir myndu hafna þeim. Og í Sunnudagsblaði Morgunblaðsins viðtal við Hróar Björnsson, fyrrverandi rekstrarstjóra Krónunnar, en hann segir að stjórnendur hafi vísvitandi haft áhrif á útkomu verðkannana. Hann segir að verðum hafi verið breytt á meðan að kannanir voru í gangi, en lækkanirnar hafi smátt gengið tilbaka. Hróar segist jafnframt telja að ekki sé beint verðsamráð á milli Krónunnar og Bónus. Og meira af þessu sama máli því vegfarendur í Kringlunni eru ánægðir með umræðu viðskiptahætti á matvörumarkaði en sögðu að sanna þyrfti þær ásakanir sem hafa komið fram. Hvað finnst þér þessa umræðu? Mér finnst mjög gott að vekja máls á þessari umræðu. Mér finnst það mjög gott á þessu máli sko. Og já, mér finnst bara gott að þetta sé gegnsætt. Ég myndi styðja það. Vissulega þetta mjög leiðilegt að heyra þetta og mjög slæmt ef satt reynist en náttúrulega verður að reyna að sanna þetta áður en þau komið fram með svona hörð komment. Myndi það hafa áhrif á þína verslunarhætti ef satt reynist? Vissulega, sko já, ég teki eftir því að mér finnst verðið hækkað helgar og ég get alveg ímyndað mér að sé verðsamráð. Vandinn á Íslandi bara sá að það annarkvort einokunarmarkaður eða fákeppnismarkaður á öllum sviðum. Það engin raunveruleg samkeppni til staðar og
og þetta sést bara sama hvar borin niður. Ég vil ekki trúa því held ég að þessar stóru verslanir, Krónan og Bónus, hafi beint samráð. Ég trúi því nú ekki, en hins vegar, ég þekki fólk sem hefur unnið í Bónus sem hefur sagt mér þetta, að það sé svona, já, þú veist, það til svona kjöt sem menn setja í kæling, skilurðu, þegar vita að það að koma kannanir, það ekki spurning. Hátt í milljón Mexíkóbúa hefst við í neyðarskýlum vegna flóðanna í Tabasco fylki. 800.000 manns hafa mist heimili sín og óttast að kólerufaraldur brjótist út. Vatnið heldur áfram að hækka í Tabasco fylki. 80% ríkisins eru nú undir vatni. Björgunarmenn reyna hvað þeir geta til að koma íbúunum til bjargar. Þúsundir komast ekki úr húsum sínum og enn býður fólk upp á þak eftir björgun. Allur flugherr landsins hefur verið kallaður út til að aðstoða við björgunina. Ya han habido varias, pero menos. Esta sí es súper grande ya. Grande. Perdimos todo, se perdió todo. No tengo palabras, así las palabras exactas y precisas como para decir todo lo que estamos viviendo y lo que está viviendo la demás gente. Es caótico, deprimente. ¿Y qué va a pasar? ¿Esto cuándo va a acabar? Mikill skortur á mat og drykkjarvatni og óttast að kólera og aðrir sjúkdómar brjótist út. Milljón manns hírast í yfir 600 neyðarskýlum. Felipe Calderón, forseti Mexíkó, hefur heitið fullri aðstoð yfirvalda við íbúana og hefur hvatt eigendur flugvéla og báta til að koma til aðstoðar. Lögreglumenn reyna að halda uppi lögum og reglu en nokkuð hefur borið á ránum og gripdeildum. Mikill úrkomi spáð helgina og útlitið því svart. Að minnstakosti einn hefur farist. Flóð hafa einnig orðið í Chiapas fylki í nágrannalandinu Guatemala og þar hafa 1000 manns verið fluttir í öruggt skjól. 16 lögreglumenn flugu utan með 8 erlenda vítisengla í morgun. Þeim vísað úr landi með skírskotun til allsherjarreglu og almannaöryggis. Ekki vitað til þess að fleiri slíkir afmælisgestir vélhjólaklúbbsins Fáfnis hafi reynt að koma í dag en hert landamæraeftirlit í Keflavíkur enn í gildi. Frávísun mannanna byggir á 42. og 43. grein útlendingalaga þar sem segir meðal annars: heimilt að vísa EES eða EFTA útlendingi úr landi ef það nauðsynlegt með skírskotun til allsherjarreglu og almannaöryggis. Brottvísun samkvæmt 1. málsgrein má framkvæma ef útlendingurinn sýnir af sér eða ætla má að sé að ræða persónubundna háttsemi sem felur í sér raunverulega og nægilega alvarlega ógn gagnvart grundvallar þjóðfélagssjónarmiðum. Oddgeir Einarsson, lögmaðurinn sem Fáfnismenn fengu til starfa fyrir vítisenglana sem stöðvaðir voru í Leifsstöð í gær, segir útlendingalögin sjálf ekki endilega og víðtæk en túlkun lögreglunnar á þeim sé það hins vegar. Eftir sé að ákveða hvort höfðað verði skaðabótamál en það að sögn Oddgeirs eina leiðin til að fá úr því skorið hvort að standist lög að meina þessum mönnum landgöngu vegna þess að þeir séu félagar í vítisenglunum. Meðlimum vélhjólagengja hefur að minnstakosti 3 áður verið bannað að koma inn í landið. Í júlí árið 2002 var félögum í norskum samtökum sem tengjast vítisenglunum meinuð landganga. 5 norskum vítisenglum var svo vísað úr landi í desember árið 2003 og ári síðar var dönskum félögum í vélhjólasamtökunum Hog Riders vísað úr landi við komu til Keflavíkur. Viðbrögð yfirvalda byggjast á því mati að koma vítisengla til landsins og greinileg viðleitni samtakana til að ná fótfestu hér á landi feli í sér alvarlega ógn við samfélag og allsherjarreglu. Engin vítisengil kom með flugi í dag svo vitað sé en skipun dómsmálaráðherra hert landamæraeftirlit innan Schengen-svæðisins enn í gildi og því fullur viðbúnaður og fjöldi lögreglumanna á vakt í Leifsstöð. Lífsskilyrði barna á Grænlandi eru óviðunandi, segir danski þjóðarflokkurinn. Flokkurinn vill grípa til aðgerða og setja bráðabirgðastjórn yfir heimastjórn Grænlands. Krafa danska þjóðarflokksins kemur í kjölfar umdeildrar heimildarmyndar Flóttinn frá Grænlandi sem nýlega var sýnd í danska ríkissjónvarpinu. Myndin lýsir því hvernig kynferðislegt ofbeldi, sjálfsmorðshugleiðingar og vanræksla ógnar lífi barna á Grænlandi. Meðal annars rætt við fullorðna karlmenn sem beittir voru kynferðislegu ofbeldi í æsku. Fjallað að þriðjungur grænlenskra stúlkna undir 15 ára aldri hefur verið beittur kynferðislegu ofbeldi og 9% drengja. Fjórðungur stúlkna segist hafa íhugað að fremja sjálfsmorð. Viðmælendur saka grænlensk stjórnvöldum valdamisnotkun og spillingu. Myndin hefur vakið mikla athygli á Grænlandi. Margir grænlendingar segja að þessi vandamál séu svo sannarlega til staðar en myndin gefi ekki sanna mynd af ástandinu. Danski þjóðarflokkurinn segir hins vegar að nú sé komið nóg og vill grípa til aðgerða. Folketinget burde sætte hjemmestyret under administration midlertidigt.
hver og en, der bor på Grønland, er dansk statsborger, og vi kan ikke acceptere, at vi har børn, der går for lud og koldt mand, sover i opgangen, er udsat for incest i helt enorm stil. Grænlensk stjórnvöld vísa þessum kröfum á bug. I dag er vi et moderne folk. Vi har bevaret også nogle problemer. Vi er et moderne folk, veluddannet folk, og som er i stand til at varetage egne interesser. Aðrir danskir stjórnmálaflokkar eru sammála að vísa kröfum danska þjóðarflokksins frá. Þeir segja að Grænlendinga þurfa á aðstoð að halda en ekki yfirgangi. Hins vegar neyðist stjórnvöld til að grípa til aðgerða, standist Grænlendingar ekki kröfur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og gør de ikke det, så kommer det jo altså et tidspunkt, hvor vi bringer vores overholdelse af de internationale konventioner i fare. Mesta ógnin sem steðjar að fjölmiðlum nútímans ósjálfstæði og samtvinnun við valdhafa sem þeir eiga að vera að gagnrýna, segir Amy Goodman, en hún hefur starfað sem fréttamaður í Bandaríkjunum áratugaskeið. Hún stödd hérlendis í tilefni 110 ára afmæli Blaðamannafélags Íslands. Goodman talaði á málþingi sem haldið var í dag í tilefni afmælisins og þar talaði einnig Jelena Larenkova frá Rússlandi. Yfirskrift þingsins var að skrifa fréttir fyrir lýðræðið. I think the biggest threat in the United States to media is the whole embedding process. How reporters are embedded in the front lines of troops. That brings you just one perspective. What about reporters being embedded in Iraqi hospitals and communities? We need an independent media in a time of war. I've written a book called Static, and the idea of that is we need the media to give us the dictionary definition of static: criticism, opposition, unwanted interference. Goodman umdeild í sínu heimalandi og þykir gríðarlega hvöss í gagnrýni sinni á stjórnvöld. En þótt að sé munur á 300.000 manna samfélagi og 300 milljóna, þá segir Goodman að fólk eigi að gera sömu kröfur. Demand independent media. Demand that the media hold those in power accountable. That is our job. Stjórnvöld í Írak ætla að leita uppi og handtaka þá leiðtoga Kúrda í norður Írak sem stjórnað hafa árásum á Tyrki handan landamæranna. Þetta kom fram á ráðstefnu um öryggismál Íraks í dag. Ráðstefna var haldin í Istanbúl. Hana sátu fulltrúar frá nágrannaríkjum Íraks, Bandaríkjunum, Sameinuðu þjóðunum, 8 helstu innríkjum heims og Arababandalaginu. Núri Maliki, forsætisráðherra Íraks, sagði að Írakar myndu ekki líða að land þeirra væri notað til árása á önnur ríki og hjá talsmanni Íraksstjórnar kom fram að leiðtogar verkamannaflokks Kúrda í norður Írak yrðu handteknir. Tyrkir hafa undanfarið þrýst mjög að Bandaríkjamenn að sjá til þess að skyndi árásum Kúrda frá stöðvum í norður Írak linni. Tyrkneski herinn með fjölmennt lið 100.000 manns við landamærin, tilbúið að ráðast gegn Kúrdum, en slíkt vilja Bandaríkjamenn umfram allt forðast. Þeir óttast að slík átök gætu breiðst út en Kúrdar munu vera með 3.000 hermenn við landamærin. Háttalag okkar næstu 10 til 20 árin kemur til með að hafa mikil áhrif á hversu alvarlega loftslagsbreytingar verða í framtíðinni. Þetta segir Færeyingunum Bogi Hansen, prófessor í haffræði, sem var aðal fyrirlesari á málþingi loftslagsbreytingar sem haldið var á Akureyri. Málþingið var haldið á vegum Háskólans á Akureyri og Norrænu upplýsingaskrifstofunnar. Í erindi sínu fjallaði Bogi hvernig veðurfar á jörðinni að breytast og segir hann að jarðarbúar muni verða áþreifanlega varir við hlýnandi loftslag á næstu 100 árum. Det vil bli mer tørke i visse steder, spesielt der hvor de nu mangler vann. Det vil bli mer vannfloder andre steder. Vi vil få varmebølger av den type som dreper mange mennesker, intense sykloner. Det vil komme en masse endringer í klimaet. Hafstraumar við Ísland og Færeyjar valda því að loftslag hér hlýrra en ella. Vísbendingar eru að ein afleiðing hærra hitastigs sjávar verði að þessir hafstraumar hverfi sem mun leiða til kaldara loftslags á þessu svæði. Hvis det ikke sker, så vil sannsynligvis dette området bli mindre påvirket enn mange andre. Men hvis det skulle ske, hvis en alvorlig svekning av havstrømmene skulle ske, og det en mulighet, så kan vi bli langt kraftigere påvirket, tror jeg. Bogi fekk umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs árið 2006 en í ár það danska sveitarfélagið Albertslund sem hlýtur verðlaunin en þar hefur yfirvöldum meðal annars tekist að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Bogi segir að slíkar aðgerðir séu mikilvægar því med þeim má hægja á loftslagsbreytingum. Det som vi går nå i de neste 10-20 år på globalt plan, altså alle verdens land, det avgjør hvordan klimaet blir for dine barn og dine barnebarn.
Og hér var að berast nýr frétt en Musharraf forseti Pakistan ávarpaði þjóðinni í sjónvarpsávarpi nú rétt í þessu. En það sagði hann meðal annars að stjórnkerfið hefði verið að lamast vegna afskipta dómstóla. Hann hafi því þurft að grípa til þessara aðgerða. Hann sagði einnig að hryðjuverkamenn ógnuðu öryggi þjóðarinnar og fullveldið hefði verið í hættu. Benazir Bhutto sagði fyrir stuttu að Musharraf hefði sett neyðarlög til að fresta kosningum 1 til 2 ár hið minnsta. Og þá að allt öðru hér heima en nýtt leikhús hefur verið opnað í Kópavogi. Þetta fyrsta eiginlega leikhúsið í bænum. Í dag undirrituðu leikfélag Kópavogs og Kópavogsbær rekstrar- og samstarfssamning og í kjölfarið tók félagið formlega við húsnæðinu. Kópavogsbær veitir félaginu 2 milljóna króna styrk á ári hverju og greiðir auk þess fyrir húsnæðið. Leikfélag Kópavogs var stofnað árið 1957 og hefur sett upp sýningar víðsvegar í bænum. Samkvæmt samningnum skal leikfélagið setja upp að minnstakosti 1 sýningu á ári, standa fyrir leiklistarnámskeið og setja upp sýningu með unglingum. Norsk samgönguyfirvöld íhuga nú að leggja nýtt hraðlestarkerfi milli nokkurra stærstu borga landsins. Í nýrri skýrslu kemur fram að ferðatíminn milli þessara borga er sá sami og fyrir 50 árum og lestarkerfið algjörlega úrelt. Vinna við skýrsluna hefur tekið nokkur ár en hana annaðist þýskt verkfræðifyrirtæki. Í henni kemur fram að Norðmenn ferðast lengra en aðrir Evrópubúar og eyða í það miklum tíma. Vegir í Noregi þykja lakir, það er dýrt að fljúga og þýsku verkfræðingarnir telja hraðlestir góðan kost. Slík lest myndi stytta ferðatíman milli Óslóar og Þrándheims 4 klukkustundir og milli Óslóar og Björgvínar rúma 4 tíma svo dæmi séu tekin. Kostnaður við þessa framkvæmdir er mikill og það sem helst stendur í ráðamönnum. Viktigaste motbacken vill ju vara ekonomien för det kostar väldigt mycket pengar. Men likevel syns jeg rapporten gir et bilde av at dersom det er politisk vilje til å revolusjonere transportmønsteret i Norge for framtiden, så er dette en mulighet. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á jafngildi 3000 milljarða íslenskra króna. Það það bil þriðjungur norsku fjárlagana fyrir næsta ár. Til samanburða má nefna að þegar lest var lögð frá Ósló til Björgvinjar árið 1909, jafngildi kostnaður í fjárlögum norska ríkisins í 2,5 ár. Íslensk börn gáfu rúmlega 5000 skókassa í verkefnið Jól í skókassa sem KFUM og K standa fyrir. Kassarnir verða síðan sendir til munaðarlausra barna í Úkraínu. Björg Jónsdóttir verkefnistjóri segir að sífellt fleiri börn taki þátt í verkefninu sem hófst fyrir 4 árum. Í flestum kössunum má finna ritföng, tannkrem, tannbursta og sælgæti en að auki er sett biblíumynd í hvern kassa. Í flestum tilfellum er þetta eina jólagjöfin sem úkraínsku börnin fá. 1500 manns sóttu ráðstefnu íslensku tölvuleiksins EVE Online í Reykjavík helgina. Kynntar voru nýjar viðbætur við leikinn sem meðal annars fela í sér þingkosningar í þessu 200.000 manna samfélagi á netinu. Leikmenn EVE Online hafa svo sannarlega fjölmennt hingað í Laugardalshöll en alls flugu 700 manns frá öllum heimshornum hingað til lands, gagngert til að taka þátt í ráðstefnunni. EVE Online gerist í geimnum og leikinn spila 200.000 manns allan heim. Leikurinn er heilt samfélag á netinu, samfélag með eigið hagkerfi, gjaldmiðil og sjónvarpstöð. Meðal annars erum við að fara að kynna núna það sem við kallum Council of Stellar Management, sem er svona ákveðið þing sem að fólk mun kjósa fulltrúa inn á. Þetta er svona fulltrúaþing, ekki ólíkt það sem við höfum hérna á Íslandi, þar sem að í rauninni þú kýrst ekki málefni heldur menn. Rétt eins og í raunverulegu samfélagi eru leikmennirnir af öllum stærðum og gerðum og koma úr mismunandi þjóðfélagshópum. Amar er útbreiddasti kynþátturinn en hann ræður yfir fjórðungi sólkerfanna. It's a very complex game and it has a very deep community that's really easy to get into. It's quite a bit of a different game than most other massively multiplayer games. So I think it attracts a different kind of player, you know, someone a little bit more highbrow than others. What does it take to be a good player? Time and interest. I mean, EVE is a game that takes a lot of your time. I mean, the whole introduction, you know, getting to know the game. I've been playing the game for like 4 years and I still don't know everything. I'm still learning. Sumir segja stundum eiga erfitt með að setja skýr mörk á milli heimanna tveggja. Sometimes I manage to do that, but it's hard to, it's a lifestyle. Mikill meirihluti leikmannanna er karlkyns, konur þeirra skelltu sér þó með til Íslands. Þær mynda hópinn Systur Evu og notuðu tækifæri til að hittast og spjalla í heitu pottunum. Og það kom það íþróttum Hjörtur Júlíus Hjartarson mættur galvaskur með þéttan pakka þetta laugardagskvöldið. Jú, mikið rétt hjá hana. Byrjum í handboltan en 2 leikir fóru fram í efstu deild kvenna í handbolta í dag.
Í Hafnarfirði mættust FH og Fram og í Árbænum tók Fylkir á móti Akureyri. Fram gat með sigri í dag skotist upp fyrir Stjörnuna í efsta sæti deildarinnar. FH sat hins vegar í næstnæsta sætinu með 2 stig. Það var aðeins rétt í upphæfi sem FH stúlkur stóðu í frömmurum. Eftir það dró jafnt og þétt í sundum í liðunum og í leiklegi var staðan 14-10 fyrir Fram. Í síðari hálfleik dró enn frekar í sundur með liðunum og þegar upp var staðið skildu 15 mörk liðin að, lokatölur 31-16 Fram í vil. Fram komst með sigrum upp í efsta sæti deildarinnar og nú 1 stigi fyrir ofan Stjörnuna sem á leik til góða. Markahæsti liði Fram var Ásta Birna Gunnarsdóttir með 9 mörk en hjá FH skoruðu Ragnhildur Guðmundsdóttir og Guðrún Tryggvadóttir 3 mörk hvor. Í Árbænum tók Fylkir á móti Akureyri. Bæði lið hafa átt erfitt uppdráttar í upphafi tímabils. Fylkir var í 3. næsta sæti með 2 stig en Akureyri var á botninum án stiga. Leikurinn í dag var því afar þýðingarmikill fyrir bæði lið. Og það voru heimamenn sem voru sterkari í dag. Fylkir hafði 2 marka fórust í leiklegi 11-9 og eftir 10 mínútna leik í síðari hálfleik var munurinn orðinn 5 mörk 16-11. Fylkistúlkur létu fórustuna aldrei af hendi eftir það og tryggðu sér að lokum öruggan sigur 23-15. Fylkir í 7. sæti deildarinnar með 4 stig en Akureyri á botninum enn án stiga. Og það á körfuboltanum en 2 leikir voru hjá konunum í dag. Í Hveragerði vann Hamar Fjölni með 66 stigum gegn 61 og í Vesturbænum mættust KR og Valur. Bæði lið höfðu leikið 3 leiki í deildinni til þessa. KR hafði unnið 2 þeirra en Valur átti enn eftir að landa sínu fyrsta sigri. Heimastúlkur höfðu mikla yfirburði í leiknum í dag og raun var aldrei spurning hvoru megin sigurinn endaði. Í hálfleik var staðan 56-31 fyrir KR. Gestirnir áttu álíka erfitt uppdráttar í seinni hálfleik og í þeim fyrri en KR-ingar slógu hins vegar ekkert af og héldu áfram að auka forystu sína. Öruggur sigur KR-inga aldrei í hættu, lokatölur 93-57. Stigahæsti liði KR var Monique Martin en hún skoraði 41 stig. KR færðist með sigrinum upp að hlið Grindavíkur og Keflavíkur með 6 stig en Haukar á toppnum með 8 stig hafa unnið alla leiki sína. Valur á botninum ásamt Hamar án stiga. Spillingi í íþróttum stórt og mikið vandamál og á sér margar hliðar. Kanadískur rannsóknarblaðamaður flutti erindi á ráðstefnunni Spilaðu leikinn á 5. daginn en hann hefur undanfarin ár svipt hulunni af fjölmörgum knattspyrnuleikjum allan heim þar sem úrslitunum hefur verið hagrætt. Íslenski fótboltinn hefur komið upp í rannsóknum hans. Declan Hill segir spillingu innan knattspyrnunnar vera stærsta ógnunina við íþróttin í dag og ef ekkert verði aðgert mun það á endanum verða henni að falli. I think it's a huge problem. I think it is, in the words of one executive, the ultimate threat to the credibility of the sport. And I think match fixing has been one of those things that people don't like to talk about. But it's there, it exists in almost every European league, and it's a huge, huge problem. Hill segist hafa sannanir fyrir því að úrslitum í 126 leikjum hafi verið hagrætt. Mest segir Hill vandamál vera í Asíu, í það minnsta hafi stærstu málin komið þar upp, en því fer engu að síður fjarri að stóru fótboltadeildirnar í Evrópu séu lausar við spillingamál af þessu tagi. In Asia, there's been a collapse of leagues. I mean, when I talk about match fixing in Europe, it's there are games that have been going on. But in Asia, there's certain leagues where the whole fixing was so bad, the entire league collapsed. Hill segir menn veðja á íþróttaviðburðum allan heim og Ísland þar engin undantekning. Í Shanghai lenti hann á spjalli við heimamann sem veðjaði mikið á íslenska fótboltan. We're talking, and he is talking with absolute passion and enthusiasm and excitement about what? Icelandic football. The guy is obsessed with Icelandic football. And I'm like, wow, why do you care about Icelandic football? And he goes, well, and I won't do a Chinese accent, but he says, well, they're all Vikings, they're all blondes, and they're very honest, and there'll be no fixing in Iceland. And he was mentioning a town in eastern Iceland, which has some team. I can't even pronounce the name. And he knew the guys, he knew the defenders, he knew the track record, he knew FH, he knew all this stuff. Aðspurður hvort Hill hafi komist að því að leikjum í ensku úrvalsdeildinni hafi verið hagrætt, hafði Hill þetta að segja. Absolutely no comment. Karlaliði Stjörnunnar í blaki leikunum helgina 3 leiki í keppni meistaraliða Norðurlandana sem framfyrir Svíþjóð. Í gær tapaði Stjarnan fyrir sænska liðinu Falkenberg 3-0 og í dag beið liðið lægri hlut fyrir dönsku meistarunum Middelfart 1-3-0. Á morgun mæta Stjörnumenn norska liðinu Oslo Volley í loka leik sínum. Nú helgina fór fram Íslandsmót íþróttasambands fatlaðra í Boccia. Mótið fór fram á Akureyri og þótti takast vel í alla staði.
Mótið sem einstaklingskeppni var haldið í íþróttahöllinni á Akureyri. Þar kom saman hátt í 200 keppendur frá 13 félögum. Það voru heimamenn í íþróttafélaginu EIK sem sáu skipulagningu mótsins ásamt boccianefnd Íþróttasambands fatlaðra. Fyrir mörgum árum síðan var það að stefnu Íþróttasambands fatlaðra að leitast við að hafa þessi einstaklingskeppnina úti á landi. Og við tókum að okkur hjá Íþróttafélaginu EIK að gera það nú í ár. Og þetta gríðarlegur fjöldi keppenda hérna, krefst þetta ekki mikillar skipulagningar? Jú, það krefst mikillar skipulagningar og mikillar vinnu. Þær Björney og Kristín voru að gera sig klárar fyrir keppni dagsins þegar okkur bar að garði. Já, nú eru þið að fara að keppa hérna eftir. Eru þið orðnar spenntar? Rosalega spennt. Já. Eru þið búin að æfa boccia lengi? Já. Og hvernig, nú ert þú frá Reykjavík, hvernig líst þér á að koma til Akureyri og keppa? Bara fínt. Og þú ert hérna frá Akureyri, ekki fínt að fá mótið hérna heim? Jú, rosalega gaman. Þær eru báðar búnar að æfa boccia lengi og segja það ekki vera erfiða íþrótt. Nei. Svolítið svona strembustundum. En þetta nú krefst svolítið af nákvæmni, eða ekki? Jú, það gerir það. 8 leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag. Helstu úrslit eru þau að Chelsea vann Vikan á útivelli 2-0, Middlesbrough og Tottenham gerðu jafntefli 1-1 og Portsmouth vann góðan útisigur á Newcastle 4-1. Stórleikur dagsins var hins vegar á milli toppliðanna tveggja, Arsenal og Manchester United, en þau mættust á Emirates vellinum í Lundúnum. Það er alltaf fart barast þegar þessi lið eigast við, en fyrir leikin voru þau jöfn að stigum en Arsenal átti leik til góða. Fyrsta markið lét aðeins bíða eftir sér en það gerði Wayne Rooney á síðustu mínútu fyrir hálfleiks. Ronaldo sendir hér fyrir á Rooney sem hefur örlitla heppni með sér en boltinn liggur í netinu 1-0. Heimamenn byrjuðu seinni hálfleikinn af miklum krafti og jöfnuðu metin eftir rétt rúma mínútu. Var þar að verki ungstirnið Fabregas með sitt 11. mark á tímabilinu. Og fjörið hélt áfram. Liðin skiptust á að sækja og fengu bæði lið ágætt tækifæri til að bæta í mörkum. 10 mínútur fyrir leikslok byrjaði dramatíkin. Cristiano Ronaldo kom Manchester yfir á 82. mínútu eftir sendingu frá Patrice Evra og allt stemdi í fyrsta tapleik Arsenal í tímabilinu. En þegar 1 mínúta var komin fram með venjulegan leiktíma jafnaði William Gallas metin eftir mikinn darraðadans inn í teig gestanna. Sjáum þetta hér, boltinn greinilega komin yfir marklínuna. Lokatölur því 2-2. Og þá ætlum við að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ætlar að styðja útrás Rey á Filippseyjum. Óábyrg ákvörðun tekin með ónógum upplýsingum og allt of miklu hraði, segja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Neyðarlög tóku gildi í Pakistan í dag að skipan Musharrafs forseta. Hermenn standa vörð á götum úti og fjölmiðlum sem ekki í ríkiseigu hefur verið lokað. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra stórkaupmanna skorar á ríkisstjórnina að efla samkeppniseftirlitið. Hæstaréttarlögmaður segir ásakanir verðsamráð á matvörumarkaði gefa tilefni til rannsóknar. Hópur lögreglumanna fylgdi 8 vítisenglum úr landi í morgun. Lögregla varð ekki vör við að fleiri úr þeirra hópi reyndu að koma til landsins í dag. Hátt í 1 milljón manns hefst við í neyðarskýlum í Suður-Mexíkó vegna flóðanna í Tabasco-fylki. Fólkið í bráðri neyð og skortir lyf, mat og drykkjarvatn. Kanadískur rannsóknarblaðamaður segir íslenska fótboltann einn af þeim fáu sem ekki hafa orðið fyrir barðinu á veðmöngurum sem hagræða úrslitum leikja. 1500 manns frá öllum heimshornum sóttu ráðstefnu íslenska tölvuleiksins EVE Online í Reykjavík helgina. Fréttum okkar lokið en framundan Spaugstofan og svo Laugardalslaugin. En á morgun allra heilagra messa. Þá látinna minnst með tónleikum í kirkjum víða heim. Móttökur Hallgrímskirkju og einsöngvarar flytja 2 sálumessur á morgun klukkan 5 en önnur þeirra hefur aldrei verið flutt hér á landi. Við litum inn á æfingu fyrir tónleikana í dag og ljúkum fréttatímanum með svipundum þaðan. Við þökkum ykkur samfélgina í kvöld. Verið sæl.